Eldgos hófst á Sundhnúksgígaröðinni á Reykjanesskaga í hádeginu. Þetta öflugasta gosið í hrinunni til þessa. Hraunrennsli ógnar innviðum og fór bæði yfir Nesveg og Grindavíkurveg. Gosið hófst með miklum krafti og síðdegis opnaðist sprungan í áttina að Grindavík. Kvikan komst í snertingu við grunnvatn og þá urðu töluverðar sprengingar og dökkur reykur steig til himins. Grindavíkurbær, Bláa lónið og Orkuverið í Svartsengi voru rýmd fyrir hádegi eftir að öflug jarðskjálftahrina hófst. Enginn á að dvelja í Grindavík en hraunstraumurinn gæti teygt sig nær bænum. Rúmlega 80 starfsmenn á skrifstofum Icelandair misstu störf sín í dag. Forstjórinn segir reksturinn þungan, ekki standi til að flytja störfin annað. Hendur stjórnvalda í Bandaríkjunum eru blóðugar vegna stuðnings þeirra við Ísraela, segir Tyrklandsforseti. Bandaríkjastjórn skilgreinir árásir á Rafa ekki sem allsherjar innrás. Komið þið sæl. Öflugasta eldgosið í hrinunni á Reykjanesskaga til þessa hófst rétt fyrir klukkan 1 í dag. Sprunga opnaðist á Sundhnúksgígaröðinni við Sýlingarfell og hraunstrókar teygðu sig fljótlega upp undir 70 metra upp í loftið. Hraunflæði við upphaf gossins var allt að því tvöfalt meira en í síðasta gosi. Hraun rann yfir Grindavíkurveg og hefur einnig flækt yfir Varnargarða, en þeir halda þó að mestum. Sprunga fór að opnast til suður síðdegis og þá urðu sprengingar og dökkur reykur steig upp þegar kvika komst í snertingu við grunnvatn. Hraunflæði enn mikið og hefur runnið bæði yfir Nesveg og yfir Grindavíkurveg. Alma Ómarsdóttir, fréttamaður, á Nesvegi og sér vel yfir gosstöðvarnar. Hvernig lítur þetta út núna, Alma? Já, við erum hérna á Nesveginum, suðvestan við Grindavík. Við sjáum hérna hraunið beint fyrir aftan mig, hvernig það liggur yfir Nesvegin, bræðir hann í sundur, liggur hérna þykkt yfir og svo hérna sjáum við til Grindavíkur mér á vinstri hönd. Hraunið hefur runnið meðfram Varnargarðinum og verndar alveg Grindavík. Við finnum alveg svona hitann og það snarkar í þessu hérna við veginn, en vindáttin sem betur fyrir heppileg, þannig að við verðum ekki fyrir mengun hér og finnum ekki fyrir þessum mikla dökka reyk sem stígur hérna upp frá malbikinu sem að brenna hérna fyrir aftan okkur. Við vorum hérna fyrr í dag norðanmegin við bæinn og þá vorum við norðan við Þorbjörn og þá sáum við einnig hvernig hraun var að leggjast yfir Grindavíkurveg þar. Þannig að hraun hefur núna farið yfir Grindavíkurveg, Nesveg og Norðurljósaveg í dag. Við munum fylgjast hérna áfram með gangi mála en það allavega hætta á því að hraunið haldi áfram að renna hér suðvestur eftir, og ef við lítum hérna aðeins til hliðar þá ekki langt í vatn sem ef hraunið nær að því þá mætti nú kannski búast við frekari svona sprengingum og þykkum bólstrum eins og við sáum í dag þegar að kvikan komst í snertingu við grunnvatn. En við munum áfram fylgjast með gangi mála hér í dag. Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir á vettvangi. En vísindamenn, þeir flugu með Landhelgisgæslunni yfir Reykjanesskaga fljótlega eftir að gos hófst. 2:30 hafði breiðst mikið úr hraunstraumnum og var hann líkt og straumhart fljót á tímabili. Var mat vísindamanna þegar komið var til baka að gossprungan væri þá orðin 3 kílómetrar að lengd. Þetta mjög mikið hraungos í augnablikinu og vel yfir 1000 rúmmetrar á sekúndu sennilega. Og mesti krafturinn sunnan í gossprungunni sem því þá eins og stendur nærri Hagafelli og þar. Og við erum svo bara að sjá hvað setur. Það aðalega á þessum tímapunkti þetta magn, ekki satt? Jú, það gerist mjög hratt, en það náttúrulega hlýtur sín að draga úr því eftir því sem það meira til að byrja með. Ólíklegt að geta haldið áfram mjög lengi.
Magnús Tumi Guðmundsson, velkomin hingað til okkar. Þú flaugst yfir gosstöðvarnar í dag og þetta fór á stað, var mjög öflugt, fór á stað af miklum krafti. En hvernig hefur þetta þróast síðan? Já, það var nú meðan við hingað sem var kannski heldur lengur hann á sér upp í hámark. Þegar við yfirgáfum staðinn eftir svona rúman 1,5 tíma þá var það komið í hámark og síðan hefur dregið úr því. Þetta var svona, þetta hafi verið svona 1,5, tvisvar sinnum öflugra heldur en síðasta gos var sem var í hámarki. Þannig að það kemur í sjálfs ekki óvart vegna þess að það var búið að safnast meira fyrir. En hvert er hraunið fyrst og fremst að renna núna? Það nú mestu krafturinn. Og hætta á því að það ná inn í bæinn? Það var þarna mikill straumur til suðurs og hann rennur svo þarna með fram varnargörðunum og svo vestan við bæinn og við sáum þetta nú á myndinni þarna áðan. Gosvirknin hefur nú fært sig þannig að hún núna er sprungan sem virk, hún komin norður fyrir gíginn sem var virkur í gosinu núna í mars, apríl og eins og við sáum hraunið þar sem hún Alma stóð að þá var það nú eiginlega hætt að renna, það var nú orðið stopp. Já. Hvort að það lokahnykkur en það vitum við ekki. Nei. En líkurnar nú þær að þessi hraði og langi straumur sem rann þarna til suðurs að þetta sé nú nálagt í búið, hann fari ekki mikið lengra en ef eitthvað nýtt gerist. Þannig að þú ert í raun og vera að segja að það er ekki líklegt að þetta fari nær Grindavík. Það ekki hægt að fullyrða en ef þetta hegðar sér eins og hin gosin að þá núna bara að draga mikið úr og síðan mun það einangra sig á kannski á nokkrum gígum og hugsanlega slokna á því eftir kannski verður þetta bara búið fyrir helgi. Nú það getur líka orðið eins og gosið sem var nú byrjað í mars að það getur svo farið að malla dögum og vikum saman. En það sem þú ert að segja, þetta í rauninni svo atburðar sem að þú sér fyrir þér næstu klukkustundindar? Já, við erum nú, eins og ég segi, þá hefur þú þegar dregið töluvert úr gosinu. Það er ennþá stórt. En virkasprungan komin norður fyrir gíginn sem myndaðist hún og það þykir ekki nokkuð góðar fréttir? Það nokkuð góðar fréttir en þá getur verið að hún sé að fæða ennþá hraunstrauminn sem var komin að Grindavíkurvegi og rann með frá Sýlingafellinu en hann nú ekki meir en svo að hann geti kannski farið yfir Grindavíkurveginn þar en að hann ógni einhverju með þá góðu varnargarða sem þar það mjög ósennilegt. Sennilega þetta nú að sleppa til að mestu leyti. Það var orðið verulega skemmtur eins og komið hefur fram á ýmsu á lögnum og vegum og ýmsu. Þannig að þetta í rauninni, það farið að draga úr gosinu, það svona dregur úr líkumum og þetta mun allt saman færast nær Grindavík eins og staðan núna. Eins og staðan núna, við getum ekkert fullyrt að við séum búin að sjá að við vitum alveg hvernig þetta muni þróast en þetta svona líkun eins og ef þetta hegðar sig eins og hinn gosin að þá þetta búið að fara gegnum hámarkið og núna lækkandi og straumurinn sem að rann þarna til suðurs hann virðist vera nokkurn veginn stopp. Magnús Tumi Guðmundsson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar og við vitum að þið standið að sjálfsögðu allan sólarhringinn í vaktina. Takk fyrir þetta. Við höldum okkur áfram við gosið því Amanda Guðrún Bjarnadóttir við Grindavík. Amanda Guðrún gís enn af fullum krafti fyrir aftan því líkt og fyrr í dag, eins og við sáum fyrr í dag á myndunum. Nei, það hefur nú klárlega alveg dregið úr því og það bara í takt við það sem Magnús Tumi mitt var að segja en fyrir hádegi í dag var rýming í Grindavík og svæðinu í kring. Þá var gist í 38 húsum og svo voru hátt í 800 gestir og starfsfólk í Bláa lóninu og einhverjir starfsmenn líka í Svartsengi. En við skulum sjá hérna hvernig rýming gekk fyrir sig hjá einum Grindvíking. Oh my god. Almannavarnir ríkislögreglustjóra fyrirskipuðu rýmingu í Grindavík og nágrenni þegar upplýsingar skjálftavirkni bárust frá Veðurstofunni í hádeginu og gosið hófst stuttu síðar. Rakel Lilja Halldórsdóttir var í sinni síðustu ferð í hús fjölskyldunar til að þrífa en varð hratt frá að hverfa þegar varnarflauturnar fóru að láta í sér heyra. Gist hafði verið í tæplega 40 húsum í bænum nóttina. Við ætlum að koma og klára að þrífa neðri hæðina og
það er bara allt farið í gang. Þannig við þurfum að flýta okkur. Marga. Það er örugglega að byrja að gjósa. Svo hittum við líka nokkra ráðvillta ferðamenn hérna á Grindavíkur afleggjörunum í kjölfar rýmingarinnar. Við skulum kíkja á það. It was like alert coming, and my boss say, "Hey, go out, and everybody stop work and run out from the work and go to the car. And I don't have a shoes, and I come with my clothes and my hairnet, and everyone out very fast, and oh, my heart." Well, we were about to go to Blue Lagoon and had a nice day there, but the police had shut the road off and told us that it's going to be an eruption any time. So what are you going to do now? Well, we're planning on getting up on that hill and see if we can see anything of the eruption. So we can't go to Blue Lagoon also now? I don't think you'll be going to the Blue Lagoon today. Oh, okay. That's a surprise. So are we going to visit any other places, like we plan to go to which one? The Bremkettle, Lava Rock, or No. Grindvik? No, nothing is possible. No. Oh, then our plans ruined. Okay. Hér hjá mér svo Úlfar Lúðvíksson. Úlfar, segðu mér rýmingin í dag, hvernig gekk hún fyrir sig? Hún gekk vel, hnökralaust. Það var reyndar þarna 3 fullorðnir einstaklingar inn í bænum sem vildi ekki yfirgefa sín hús, en þegar líða tók á daginn þá komu þau sér nú burtu. Hver er þá staðan akkurat núna? Er bærinn algerlega mannlaus, það er að segja viðbragðsaðilar líka búin að yfirgefa hann? Já, það var tekin ákvörðun það seinna fyrir í dag að rýma bæinn, að koma viðbragðsaðilum jafnframt út úr bænum. Það var óvissa, ríkti óvissa bæði í Grindavík og fyrir utan bæinn, þannig að töldum heppilegt að flytja all út úr bænum. En nú er aðgengi að bænum orðið verulega skert. Mannið þið áfram þessa lokunarpósta sem þið hafið verið að manna? Já, við þurfum að gera það eftir sem áður. Við þurfum að vera með lokunarpósta Suðurstrandarvegi, Nesvegi og við Grindavíkur veg þá upp við Reykjanesbrautin. Það er í sjálfsög bara óbreytt og eitthvað sem hefur verið svona gegnumgangandi í síðustu viðburðum. Eitt að lokum, og ég veit við spyrjum ofta að þessu, en það er bara svo viðeigandi líðan hjá viðbragðsaðilum, er þreyta í mannskapnum? Við kvörtum ekki, við erum alvörn og tökum þessu verkefni eins og öllum öðrum, 8. góssið og nú er bara að sjá hvað verður. Það er með það, við ætlum þá ekki að hafa það lengra og kveðjum héðan í bili. Takk fyrir það, Amanda Guðrún Bjarnadóttir og Úlfar. Og eins og þarna var sagt að þá er þetta sjálfsögðu 8. gosið síðan 19. mars 2021. En nú ætlum við aftur til Reykjavíkur. Linda Blöndal fréttamaður er í samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógarhlíð og já, Linda Blöndal, hvernig sjá almannavarnir framhaldið fyrir sér? Það er bara góð spurning og það er spurning með Suðurstrandarveginn víðir. Hvernig eru horfur það að þessi 3. vegur geti þá lokast og þá öll umferð til bæjarins? Já, það eru góða fréttir sem við heyrðum frá Magnúsi Tumi þarna áðan að þessi hraunstraumar til suðurs væri að minnka og það er sama við höfum verið að fylgjast með hér, þannig að svona líkurnar á því að Suðurstrandarvegurinn lokist eru sem betur við minni núna heldur en voru bara fyrir 2 tímum því að allir aðri vegir til Grindavíkur eru komnir undir hraun. Já. Það er kannski meiri áhersla núna hjá okkur á þessa innviða sem eru að skemmast. Hvað erum við að horfa á varðandi skemmtir? Já, það er þessir vegir, sem sagt Grindavíkurvegurinn, Nesvegurinn og síðan þessi Norðurljósavegur inn að Svartsengi, þeir eru farnir. Síðan eru háspennulagninnar frá Svartsengi inn til Grindavíkur. Þær eru mikið skemmdar ef ekki alveg farnar. Það er bæði slitnar línur og síðan eru möstrin brunnin. Og síðan eru fjarskiptamöstrin við stöðuna fyrir utan Grindavík að þar er farið allavega 1 stag og þar er leiðandi orðna skemmtir á því. Já, er eitthvað fleira sem þið hafið sérstaklega augum með eins og staðan er núna? Þú ert bjartsýnn eftir það sem að Magnús Tumi sagði, en er eitthvað sérstaklega sem þið fylgist þá með samt núna? Já, það er gasmengunin sem við erum að horfa á núna að hvernig hún verður og spáin er þannig að það gæti gætt gasmengunar á höfuðborgarsvæðinu á morgun. Og
ef að gosið í einhverjum af þessum stærðargráðu sem við kannski reiknum með, þá gæti hún verið það mikil að fólk með undirliggjandi sjúkdóma og viðkvæmt fólk þurfa að halda sig heima. Þannig að við hvetjum fólk til þess að fylgjast vel með fréttum í kvöld og í fyrramálið og gasspám sem er að birta til þess á veðurstofunar og síðan eru mælingar á loftgæði.is, þannig að maður geta fylgst vel með hvernig staðan er. Við höfum fengið sæmilegan tíma þangað til að þetta gos varð í dag. Voru þau undirbúin undir að þetta myndi renna upp núna kannski þetta leitið? Já, við erum búin að vera bara í viðbragðsstöðu núna síðan bara í apríl, þannig að frá því að þessi lágmarki sem hefur náðst, þessi 8 milljón rúmmetrar er það minnsta sem hefur verið komið undir Svartsengi áður en eitthvað hefur gerst, og frá því að það náðist að þá hefur kerfið bara verið tilbúið til að takast á við þetta og hlutinni gengur bara vel fyrir sig í dag. Finnst þér eins og kannski horfur búsetu í bænum sé eitthvað þá meira þverrandi eftir þetta gos í dag? Það er ómögulegt að segja, þetta hefur þau áhrif eins og við sáum á vegina, en við sáum það líka að varnargarðarnir björguðu Grindavík í dag. Ég er sannfærður þau með þau líkon og annað sem við höfum verið að keyra að Grindavík væri ekki til eftir daginn í dag ef við ekki komum fyrir varnargarðana. Víðir, takk hérlega fyrir. Takk. Við erum hérna í Skógarhlíðina sjálfsögðu til þess að taka stöðuna á almannavörnum. Þetta kannski fer betur en á horfðist í hádeginu, en við kveðjum héðan úr Skógarhlíðinni. Takk fyrir það, Linda Blöndal og Víðir Reynisson viðmælandi þeim þar á undan. En núna ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum dagsins. Rúmlega 80 manns var sagt upp störfum hjá Icelandair í dag. Starfsfólkið sinnti helst skrifstofustörfum. Forstjóri Icelandair segir krefjandi rekstrarumhverfi og óvissu á mörkuðum að kenna. 82 starfsmenn Icelandair fengu uppsagnarbréf í dag. Flestir unnu á skrifstofum félagsins í Reykjavík, Hafnarfirði, Reykjanesbæ og erlendis. Icelandair hefur ekki sagt hjá mörgum upp störfum eftir heimsfaraldur. Félagið hefur verið í hröðum vexti en nú eru blikur á lofti. Nú erum við að sjá fram á hægari vöxt á þessu ári og næstu misserum og höfum meira ráðrúm til þess að auka framleiðni og skilvirkni í rekstrinum, og þetta er liður í þeirri vegferð og það er líka algjörlega nauðsynlegt. Við höfum verið að sjá miklar kostnaðarhækkanir, verðbólga há og launahækkanir hér á Íslandi hafa verið mun hærri heldur en í London sem við erum að keppa við, þannig að við verðum að bregðast við og auka skilvirkni. Færst hefur í aukan að störfum sé útvistað hjá flugfélögum. Bogi segist ekki sjá það fyrir sér í þessu tilviki. Við erum ekki að horfa til útvistunar í þessu. Við höfum líka verið að ná árangri í aukinni skilvirkni, þannig í einhverju tilvikum þurfum við færri hendur, en þetta er bara almenn hagræðingar aðgerð sem við erum að grípa til núna. Fyrsti ársfjórðungur hefur verið Icelandair þungur, en félagið tapaði 9,7 milljörðum af fyrstu 3 mánuðum ársins samanborið við 8,7 milljarða tap á sama tíma í fyrra. Fyrirtækið skilaði engu að síður hagnaði á síðasta ári og hyggst gera slíkt hið sama í ár. Síðan erum við núna að glíma við miklar sveiflur í ytri aðstæðum, eldgos og Reykjanesið hefur verið að ýmislegt í gangi þar sem hefur haft áhrif á eftirspurn eftir Íslandi sem og kostnaðarhækkanir hér á Íslandi. Íslandi er dýrt miðað við samkeppnislöndin og ferðamenn hafa meira verið að fara annað heldur en hingað núna, þannig að eftirspurnin hefur aðeins minnkað. Tyrklandsforseti segir Ísrael að hafa eytt allir í mannúð á Gaza. Þrátt fyrir að Ísraelar herði enn árásir á borgina Rafah, telja stjórnvöld í Bandaríkjunum þó ekki hafa farið yfir strikið. Ísraelsher varpaði sprengjum og tjaldbúðir vestur af Rafah í gær og drap 21 hið minnsta. Árásirnar voru á stað sem skilgreindur hafði verið sem öruggur og þangað höfðu stjórnvöld í Ísrael ráðlagt fólki að flýja. Herinn hefur einnig gert árásir víðar á borgina sem er syðst á Gaza. Fyrir stuttu hélt yfir 1 milljón manna til í borginni eftir að hafa flúið undan árásum Ísraelshers annars staðar. Flestir þeirra eru afturlagðir á flótta. Þrýstingur hefur aukist á Bandaríkin, helsta bandamann Ísraela sem útvegar þeim vopn og styður þá á alþjóðavettvangi. Ey Amerikan devleti, bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Þá sagði Tyrklandsforseti leiðtoga Evrópuríkja einnig vera samseka í þjóðarmorði með þögn sinni. İsrail Gazze'de insanlığı öldürdü. Avrupa'da ise kendi değerlerini öldürdü. Kendisini var eden bütün değerleri ayaklarının altında çiğnedi. Bandaríkjaforseti hefur lýst því yfir að geri Ísraelar allsherjarinnrás í Rafah verði dregið úr vopnasendingum til þeirra.
Talsmaður bandarískra stjórnvalda var í gær spurður viðbrögð við árás á Rafah á sunnudag þar sem mikill eldur braust út og 45 voru drepnir. We still don't believe that a major ground operation in Rafah is warranted. We still don't want to see the Israelis, as we say, smash into Rafah with large units over large pieces of territory. As a result of this strike on Sunday, I have no policy changes to speak to. It just happened. The Israelis are going to investigate it. Og nú ætlar Guðrún Sóley Gestsdóttir að segja ykkur hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Já, það er Kúltúrkastljós í kvöld. Við ætlum að hita upp fyrir grímuna sem verður afhent í beinni síðar í kvöld. Við spjallum við leikara, leikstjóra, gagnrýnendur og góða gesti. Og svo ætlum við líka að hita upp fyrir einhver minnihátíð, listahátíð í Reykjavík, sem hefst á laugardaginn og spjalla við einn listamanna hennar, nefnilega Jónsa í Sigurós, sem þó ekki þar á listahátíð í ár, heldur birtist okkur sem myndlistamæður með sýningu í listasafni Reykjavíkur. List og leikhús í Kastljósi í kvöld. Og þá það veðrið, það verður vaxandi suðvestanátt kaldi eða stinningskaldi og víða rigning í nótt, hvassast verður norðvestan til. Það styttir smám saman upp þegar kemur fram á morgundaginn og léttir þá til norðan og austanlands. Hitinn verður á bilinu 8 til 17 stig, hlýjast verður á Austurlandi. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. 2 Íslandsmeistaratitlar gætu farið á loft í kvöld á Hlíðarenda. Vitað mál að Íslandsmeistarar verða hreindir í körfubolta en Grindavík og Valur eigast þar við í oddaleik. Í Mosfellsbæ geta F-fáingar svo tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í handbolta með sigri á Aftureldingu en Afturelding getur knúið fram oddaleik með sigri. Dregið var í riðla fyrir HM karla í handbolta í janúar í dag. Ísland var í pottinum í öðrum styrkleikaflokki. Emilía Kjær Ásgeirsdóttir, leikmaður Norðsjölandi í Danmörku, valdi að spila fyrir Ísland eftir að hafa spilað mikið og skorað fyrir yngri landslið Danmörkur. Hún með liðinu í Austurríki þessar mundir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Eldgos hófst á Sundhnúksgígaröðinni á Reykjanesskaga í hádeginu. Þetta öflugasta gosið í hrinunni til þessa. Hraunrennsli ógnar innviðum og fór bæði við Nesveg og Grindavíkurveg. Grindavíkurbær, Bláa lónið og Orkuverið í Svartsengi voru rýmd fyrir hádegi eftir að öflug jarðskjálftahrina hófst. Jarðeðlisfræðingur segir að töluvert hafi dregið úr krafti gossins og lítil hætta á að hraunstraumurinn nái til Grindavíkur. Rúmlega 80 starfsmenn á skrifstofum Icelandair misstu störf sín í dag. Forstjórinn segir reksturinn þungan. Ekki standi til að flytja störfin annað. Hendur stjórnvalda í Bandaríkjunum eru blóðugar vegna stuðnings þeirra við Ísraela, segir Tyrklandsforseti. Bandaríkjastjórn skilgreinir árásir á Rafah ekki sem allsherjar innrás. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og Kastljósi og svo það gríman, íslensku sviðslistaverðlaunin í beinni útsendingu frá Þjóðleikhúsinu. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. Þar sem fylgst með stöðunni og eldgosinu, en næstu fréttatímar, þeir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni.